útlöndum á 3 stjörnu hótelum lá í let á sólarströndum í típiskum pakkaferðum. Ég ætla að ferðast innan lands þó það komi snjór með felli hýsil og klappstóla og kæliboxi fullt af bjór. Hæ, Arna hérna með Jóhann Fenix. Já, þá er ég komin enn að ferðin á Akureyri til að djamma og djöfull á þetta að vera awesome. Veistu hvað ég ætla að blanda fyrir þig, okkur? Ég ætla að gera Shark Attack Shot. Shark Attack Shot. Ok, þetta var glæsilega illa sagt hjá mér. Ok, ég hef einhvern tíðan drukkið Absolute Raspberry. Aldrei smakað. Ok. Ég smakkaði þetta daginn en ég man, eða þú veist mjög lítið. Ég var bara eitthvað svona, ég pældi ekki í því basically. Þetta var bara, þannig að þetta er ekki fyrsta svona virkilega smakki mitt. Við maður byrja að smakka það. Þetta er bara eitt af hráefnum sem fer í skoti en þetta er eina sem við höfum aldrei smakkað þetta, þannig að mér langar að smakka það sérstaklega fyrst. En, ok, byrjum á þessu. Skál. Skál. Ói, þetta er, þetta er svona, ég ekki með mjög gott bragð í tungunni, en eftirbragðið svona í hálsinum er ógeðslegt. Það er bara svona sterkt bragð í öllum munnum af mér, sko. Þetta er svona, já, mér er svona bæði vondur og ógeðslegur. Þetta er bara það versta sem ég smakkaði, held ég. Já, ok. En kannski, ég ætti að hætta við að láta þig fá tequila. Nú er það ennþá verra. Já, það er mikið verra. Djöfullinn maður. En ok, nú ætlum ég að byrja á Shark Attack Shot og það sem þarf í það er sem sagt að það átti reyndar að vera einhver cherry vodka en þetta er það næsta sem ég komst. Ég býst við að skipti ekki það miklu máli. Og líka grenadín. Grenadín, merkilegt nokk, er ekki áfengi. Ég vissi það ekki fyrir en ég var að leita mér til að kaupa þetta. Þetta er einhvers konar bara síróp sem gott til að hafa með áfengi, en þetta er sem sagt ekki áfengur drykkur. Þess vegna, ég má ekki að smaka þetta. Ég held það. En það hefur svona eitt skot af Absolute og einmitt, svona ég býst við að cirka eitt skot af grenadín. Nei, heyrðu, það átti að vera aðeins minna grenadín, það var eitthvað mjög bragðsterkt, þannig ég bæti pínu og svona alltaf jafn út. Heyrðu, og núna það sem við þurfum er, hérna, við getum kannski gert þennan part fyrir mig, við þurfum klaka ofan í svona glas. Það var 2-3 ára eða? Nei, alveg slatta sko. Já, þetta er fínt. Og settur við í þetta, eitt skot af tequila. Fyrst. Ok, þetta er nóg út. Ég ætlaði ekki bara nóg á það. Frægi hattapinn okkar. Ok, já, og settum þetta á ný. Hér. Já. Ok, og núna eitt skot af The Coupier. Þessi lykt er svo unaðslega ógeðsleg. Betra er lyktin, betra. Og þetta er fallegt á litin. Geðveikt flott. Og í þetta síðan að fara smá Sprite. Mér minnir að bara svona smá slurkur ef mér misminnir, ekki? Svona eitthvað. Ok. Þannig að við hrærum síðan þetta, og yfirleitt myndi maður nota hristiglas, en að þetta er Sprite í þessu þá, einmitt, hristiglas. það myndi vera mjög öfugsjón, ég man ekki hvað pröfa það. Það er rosalega lykt af þessu líka. Já, vá. Hún kom alveg hingað, sko. Já, ég er ekki með eitthvað lyktarskyn, ekki með góð lykt, vil ég segja. Ok, það sem við gerum síðan er að við,
Núna kemur tricky parturinn og ég hef því aldrei gert þetta áður, þannig að þetta mun kannski ekki heppnast nákvæmlega, en það sem maður á að gera er að ég á að setja þetta, ég skal bara sýna ykkur, ég kann ekki að lýsa þessu með orðum, þetta er of advanced. Orðaforði minn er ekki að covera svona advanced blöndunartækni, ok, séu þið, og whoop! Oh my god, þetta heppnaðist fullkomlega. Ok, þetta rauða er núna fullkomlega í litla glasinu og getur þú hald? Já, ég þarf að hella þessu þannig að klakinn fari ekki ofan í. Ég veit ekki, kannski þarf ekki að halda rauða glasinu, ég held að ég ekki að þurfa. En Það er bara að vera svona vara. Já, það er klakinn ekki ofan í. Það er bara að hella með þessu. Júps. Ok. Ok, og horfðu núna inn í glasið. Og núna skaltu taka þetta hægt upp. Hægt upp. Já, ekki alveg svona hægt. Upp með þetta. Já. Ok, það þarf aðeins meira af bláu. Við höfum þetta meira Sprite. En þú sást svona hvernig hérna sem sagt rauða svona dreifist úr þessu. Já. Og sem sagt það sem að ég alltaf ástæða fyrir þetta heitir Shark Attack Shot er að þú lyftir þessu svona upp og þá dreifist þetta rauða og myndar svona blóð í sjónum. En sem væri betra að hafa, ef við hefum haft alveg glært glas, þið getið ekki ímyndið ykkur hvað við reyndum í miklu vandræðum með að redda glösum fyrir þetta. Nákvæmlega. Já, takk aftur Byggja Hugrún fyrir að leyfa mér að taka ykkar glös í leyfisleysi. En já, bara, Bjarna, smakka þú þetta. Er það gott? Þetta er eftir lagi. Þetta er allavega ekki eins og ég hélt. Héldi þeir eru miklu sterkara. Það er grenadín, sko. Það gerir þetta mjög sætt. Þetta er mjög sætt allavega. Þetta er mjög sætt og ekki mjög bragðmikið og með eitthvað sem er undir 10 kíló í þá er þetta bara frekar gott. Ok, þetta er sett Shark Attack Shot. Ég segi, það þarf mjög sérstök glös fyrir þetta til að þetta verði fullkomið og ég er að gera þetta í fyrst skipti en þetta er actually mjög fallega fjólublátt eftir það, svona eins og vín í teiknimyndinni eða eitthvað. Já. Ok. Vegna þess að við náðum því ekki alveg að blanda litina svona fullkomlega þá ætlum ég að reyna það bara einu sinni enn, sjá hvað það efnist betur. Ég er þegar búinn að setja hérna grenadín og raspberry vodka í þetta og setja aftur sama sagan, hvolfa glasi yfir þetta. Varlega nú. Svona. Ok, setja það mér á borðið. Og ég er búinn að fjarlægja klakana úr bláu blöndunni. Spara mig tíma. Ég veit mér ekki hversu vel þetta mun sjást í myndbandinu, en þið sjáu vonandi að það er rauður kjarni í litla glasinu og blátt utanum. Og sjáu nú hvað gerist þegar ég lyfti þessu litla upp. Vá, heyrðu, hann actually var pínu leiðir að þér. Ekki þess að það sem ég ætlaði, mér er samt cool. Ég veit, það sáðst ekki alveg, en til þess að rauða og dreifa svona úr sér eins og sé hálfgert blóð. En þetta lukkar samt út af fyrir sig mjög funky cool. Það er svona fjólublátt, blátt og rautt neðst. Ef eitthvað er þetta bara meira cool. Ég er með áhuga á þessum raspberry vodka. Ég held að við getum örugglega að blanda eitthvað meira gott í hann. Þannig ég er hérna með Sprite og anasafa og já, glös. Þú mátt smaka þetta. Nei, takk! Takk fyrir það. Það var lítið, það er ég ekki ógeðslega góða vinur. Mjög góður. Nei, já, og var það ekki seinasta? Nei, það var í þarseinasta myndbandi þarna sem ég sagði já, gaurinn sem getur reddað þetta með áfengi, það er náttúrulega besti vinur allra, sko. Já, eitthvað svoleiðis. Nei, Júlíus, hérna, let me just buy your friendship with Malibu. Ok, hérna, smakaðu þetta. Ég ætla að smaka undir þér. Ó, já, sure. Ég vil vita hvort það séu eitrað. Það var gott. Já. Ég fengi það þessu. Við erum svona Sprite og anasafa. Aðalega anasafa? Já, það er smá Sprite. Ég finn ekkert af vodkanum. Mér finnst þetta meiri vodki. Ok, þetta er Sprite. Þetta er Sprite, anasafi og raspberry vodka og núna er 2 sjúsar.
Nei, oj maður, hitt var miklu betra. Sér, það er svona gult og þetta verður hvítt með Já. ofan á. Anna sagði sennilega þyngri en sprætið. Það er meira vodka bara þessu. Já, þetta var betra, ok. Já, sko bara hins einn. Betra. Mér langar að pröfa svona eitt en mér langar að vita hvernig hann er með bara... Ananas. Já. Nei, ég held að mér langar að pröfa með bara í orkudrykk. Eurosjopper. Það verður glágett. Ná, fátækta manns orkudrykkurinn, Eurosjopper. Jú. Hvað það væri? 98 krónur eða eitthvað? En ekki minna. Það var 60 okkar kannski. Nei, ég man það ekki. Og þannig að myndist það einhvern tíma. Það er fulla glasi þessu. Nei. Já, alltaf þeir kosta skít og kanil. Í bónus og þarna. Já. Já, allstaðar reyndar. Ok, Eurosjopper energy drink með raspberry vodka. Afsakið. Vá, þetta er... Ég get ekki alveg lýst þessu öðruvísi en ógeðslega súrt. Fínt fyrir mér. Ok. Vá, veistu, ég er núna farin að finna gett mikið fyrir Shark Attack skotinu. Þú þambaðir það bara. Já, en það er hægt að koma. Ég er núna að finna bara, þetta er með heitt í maganum. Já, þeir smakaði þetta bara branna niður á hann. Ég hefði bara, það var svona lengi að koma. En hvernig finnst þér þetta? Mér finnst það alveg bara mjög Þetta er súrt af bara það. fínt fyrir mér á þannig. Ég finn ekkert svona súrnir. En já. Ég kannski svona aðalega ef ég drekk oftar. Já. Við ætlum kannski að prófa með Chrome de Cuvier. Já, þetta með einhverja hugmyndir, fyrir það? Já, svona jarðabera svala. Já, það ekki bara. Heyrðu, ok, bara go nuts. Ok. Ég meina, ég myndi segja að þú veist frekar orðin frekar nuts, en... Það? Ég vissi það ekki. Það er svo mikið synd, þessi drykkur svo fallega blár á litin, en... Svona ekki meira en þetta, Er þetta ekki mikið? Já, kannski. Kannski bara helli öllu hún í þetta. Það er ekki kannski að... Ok. Ég kann þetta maður, sko. Ok. Professional. Ok. Never gonna doubt you again. Nákvæmlega. Fyrir við. Nei, ég verður að rauðið. Ég brautaði þetta. Aftur. Nei, veistu, ég kann ekki á þessu. Ok, sko, að ég kenna þér þetta? Sko. Já, þú hendur þessu eftir. Ég var að henda þessu. Þú hendur þessu í ruslið, sagði ég. Já, ég myndi ég. Sagði ég. Thank you. Maður gerir þetta svona eins og þeir gerðu í bandarísku borgarastyrjöldinni. Þeir eru með framhlaðninga, þeir að býta á svona púðuryrkjum og hella ofan í framhlaðningana. Það gengur ekki svona. Nákvæmlega, bara eitthvað. Þetta verður í allt kvöld svona, sko. Nei, ok. Ok, munið að við opnum svona sperrtu að Endilega opnið þér hins veginn, já. Já, opnið þér á, þann hátt sem á að opna ferðurinn. Vá, ok, þetta er ekki ennþá mjög fallegt á litin. Það er aðeins glærari. Já, en þetta er ennþá fallega blátt. Þú smakar við svona. Ok. Vá, þetta er eins og þvag, þetta er eins og flúor svona munnskól við hlið á þvagsýni. Új. Új. Þetta kemur á óvart. Nú, ok. Þetta er ekki bara fárlega gott. Já. Shit, maður. Ok, fyrir þau ykkur sem hafa ekki hort nógu lengi á myndböndum mín til að horfa á fyrsta myndböndum mitt, þá minntist ég á hversu fucking ógeðslegur blár Hvernig er þetta borið fram, by the way? Þetta er Cuvier. Já, en... Nei, Kuiper eða eitthvað. Já, en það er framleiðandi, en þetta er, þetta drykkjarlabel er... Curacao. Ég held að það sé Curacao. Curacao. Fucking klukkaðinn. Afsakið, þetta er klukka mín að slá á heila tímanum. Ni.
Er þetta ekki, ég held að þetta sé vatna, symfónían. Já, ok. Já, það. Ok. Heyrðu, þetta, ok, actually, eitthvað mjög gott sem ætlar að blanda þessu. Mér datt í hug kannski samt. Það er svona hvorugt aðalbragð. Þetta er eiginlega bara svona, það blandast saman og verður bara eitthvað nýtt bragð. Mér langar að pröfa að blanda, Curaçao við Sprite. Ég hugsa að það gæti. Þetta held ég ekki að það gæti virkað, en ég er reiðubúinn að láta koma mér óvart. Ég meina, þetta með jarðarberjasvalan, þetta var ógeðslega fucking gott. Afsakið, já, þetta, ég held að þetta yrði bara eitthvað ógeðslegt. Já, ég var bara að búa myndi það að þú myndi bara, Æla þér. Já, æla fram á borðið sko eða eitthvað, en, ok. Önnur fallega blá blanda. Þetta er bara sprætbragð. Það var bara Sprite lykt. Sem er spes, því það er svo sterk, svona lakríslykt af þessu. Þetta er fínt sko, en hitt var betra. Já, það er bara spræt í þessu. Já. Þetta er samt alveg ágætt. Þetta er alveg blanda sem ég myndi mæla með. Já. Nema, eina sem er við þessa blöndu er að til þess þyrfti maður actually hafa fyrir að kaupa Blue Curaçao og þetta er það obskjúr drykkur að maður ekki fara að kaupa hann af nefnir sérstaklega ástæðu. Ekki nema að vilja gera Bláan Cadillac. Já, nákvæmlega. Blue Cadillac. Við endum alltaf að segja það, alltaf bara aldrei kaupið þetta nefnir sér gera Bláan Cadillac. Það er aðal drykkurinn sem er hægt að blanda, eða skot, þetta er skot. Já. Þetta er ekki áfengis skot. Takk fyrir að horfa og like and subscribe og endilega tjekkja fleiri myndböndum á channelinu mínu. Og ef þið eru með eitthvað meira sem að hann hefur ekki prófað, endilega koma með það. Nema að sé eitthvað ógeðslegt. Nákvæmlega. Takk fyrir, bye!